Jæja, Þórdís Kolbrún, vertu velkomin til mín í spjallið. Takk fyrir það. Gaman að sjá þig. Sömuleiðis. Það gengur mikið á, kosningabarátta skall á með látum, ef svo má segja. Langur aðdragandi og svo læti. Já, en einmitt, tölum bara aðeins það. Ég meina, þegar að Bjarni Ben tilkynnti þetta, okkur langar öllum að vera að fluga á vegg, sko, þarna í þessum bakherbergjum ykkar í stórmálunum. Þið voru náttúrulega búin að funda hann í Valhöll á föstudeginum og hvað að gerast þar nákvæmlega? Var þá samþykkt, var ákveðið þá að þið verið að fara þessa leið? Eða hvernig spilast þetta? Sko ég held að engin atburðarás, svona stóra atburðarás í pólitík sé alveg eins sko, en þarna var hann alveg með stuðning okkar við að fara þessa leið og í rauninni, þess að sagði langur aðdragandi og svo gerist það hratt vegna þess að það var auðvitað, það var orðið mjög opinbert leyndarmál sko. Hvernig stemmingin væri svona hjá stjórnarflokkunum, hún var, myndi ég segja, alltaf betri við ríkisstjórnarborðið sjálft, þar sem við auðvitað, vinnum frekar náið saman, hittumst 2 í viku og það bara svona aðeins öðru vísi, svo auðvitað með stærri hópa í þingflokkunum öllum og þannig að það var svona heilt yfir alveg stuðningur við það að fara þessa leið og mörg, margir í þingflokknum bara komin á þann stað að þetta væri full reynt sko. Voruð þá að ræða þessar yfirlýsingar Vinstri grænna eftir þeirra landsfund, var það svona til umtals á þessum fundi? Já, það var það alveg og það hjálpaði sannarlega ekki og ég ætla ekki að gera lítið úr því hvað það gerði en ég held samt bara svona til þess að vera sanngjarn, sem ég reyni nú svona almennt að vera á, sérstaklega kannski þegar þetta er búið að gerast að þá var það einhverju leyti líka kannski afleiðing, frekar heldur en hrein orsök sko, þetta bara endurspeglaði ákveðna stöðu eins og það að við gerum mikið úr því hvað Vinstri græn voru að segja á svona fundi, undir eðlilegum kringumstæðum, þá er miklu meira þol fyrir því að einstaka flokkar í stjórnarsamstarfi sé að segja alls konar hluti sem að aðrir flokkar í stjórnarsamstarfinu eru húrrandi ósammála, það er ekkit nýtt, en það er bara þegar allt raðast saman og þú ert komin með eitthvað stöðu sem var bara orðin eins og hún var. Já, það er svona dropi sem fyllir mælinn. Já, það er meira svoleið sko. En já, þá gerist þetta mjög hratt og þú eins og allir þarft að setja í kosningastellingar, eittur og bingo og það var svona kom svolítið óvart að þú ákveður að skipta kjördæmi. Segðu okkur svona hvað var á bakvið það í raun og veru. Nú eru fólk að velta við sig hvort að þú hafir metið stöðuna þannig að stuðningurinn í kjördæminu verið farin þverrandi eða hvort að þú vildir stilla þér upp þarna fyrir aftan Bjarna Ben í öðru sæti ef að hann skildi ákveða hverfa frá á kjörtímabilinu, það er alls konar kenningar. Segðu mér, hvað er sannleikurinn í þessu máli? Sko, sannleikurinn er sá að í kosningabaráttunni 2021 að þá hugsaði ég alveg það hvort ég ætti að skipta kjördæmi og það voru mjög margir sem komu til mín og sögðu að ég ætti að gera það. Hverju? Bæði út frá því að það er langfjölmennasta kjördæmið, þar geturðu haft meiri áhrif á svona stóru línunar og umræðina pólitíkina og svona hreyft frekar við fylgi heldur en í fámennasta kjördæmi landsins. Sömuleiðis bara það að ég er búin að búa í kjördæminu í 10 ár og það að ég hef búin að vera varaformaður í allmörg ár, 6 ár og svona ef og þegar að því kæmi að Bjarni myndi stíga til hliðar eða hætta í pólitík að þá væri betra fyrir flokkin að vera í fjölmennasta kjördæmi landsins og svona ákveðin skilaboð í því að minni hálfu. Og ég hugsaði alveg en á þeim tímapunkti að þá, ég er auðvitað bara sprett upp úr norðvestu kjördæmi, ég hef búin að fara í gegnum 6 kosningabaráttur í landsmálum í því kjördæmi, búin að vera neðarlega á lista í unglega starfi, kosningastjóri, þingmannasæti, allt þetta og þekki kjördæmi vel, trúnaðamenn í flokknum og svona á mína rætur allar þar, þannig að mig langaði bara að halda í það og vinna fyrir mitt fólk og mig langaði líka að halda í þá sérstöðu að vera forystumæður í Sjálfstæðisflokknum sem að er einmitt ekki úr suðvestu kjördæmi eða Reykjavík og mig langaði líka að vera oddviti. Ég var búin að vera varaformaður í nokkur ár þá, ég kom inn auðvitað 2016 í öðru sæti, bað annarsæti þá og mig langaði að leiða kjördæmi og þá horfði ég á suðvestur og sagði, þar er maður sem er að leiða kjördæmið og ekki bara hvaða maður sem er, heldur formaðurinn sjálfur.
og núna, þetta gerist auðvitað hratt, en þá svona með allt sem að ég hugsaði 2021 og svona upp á framtíðina, þú veist, það liggur fyrir, ég meni við erum búin að búa það lengi í Kópavogi að ég sé ekki fram á það að vera að fara að flytja, þú veist, aftur upp á Skaga, maðurinn minn er úr Grindavík og auðvitað líka alveg, ég menna það getur margt gerst og þá, þú veist, þá maður allavega, ég er alveg líka að senda skilaboð en ég hugsaði líka ef það er hægt að hreyfa við fylgi og hafa áhrif á svona fjöldan að þá eru eðlumálssamkvæmt töluvert meira líkur og þú gerir það í fjölmennasta kjördæmi landsins en ekki í fámennasta kjördæmi landsins. En þannig að það hefur þarna ákveðin áhrif að þú ert, eins og segir, þú ert varaformaður flokksins og þú, sko, þinn metnaður stendur til að leiða þennan flokk einhvern tímann. Já, ég hef alveg verið opin með það að ég er tilbúin að leiða flokkin ef að flokksmenn og þau sem að velja forystu eru tilbúin að veita mér það umboð. Og það er svona svolítið, sko, svo ég sletti svona demd if you do og demd if you don't. Það er eiginlega, það er stundum eins og sé sama hvað ég segja eða ekki segja að þá er hægt að nota það, þú veist, með mér og það er hægt að nota það gegn mér. Já. Þú veist, ég er ekki, ég meina, ég er alveg þolinmóð og ég er bara að vinna mína vinnu og ég er bara mæti í þau embætti og þau störf sem að mér eru falin og gera það bara eins vel og ég get. En það er líka eitthvað skrítið að þú ert varaformaður flokksins og værir ekki tilbúin að taka við honum og mér er svona, ég fann að hugsa núna að það kannski er ekkit, það skiptir með máli að fólk upplega ekki þannig að ég vilji vera formaður í Sjálfstæðisflokknum bara til þess eins að vera formaður í Sjálfstæðisflokknum, sko. Þú veist, fyrir mér er þetta verkfæri. Þetta er verkfæri til þess að hafa meiri áhrif á íslenskt samfélag. Þú veist, þetta er ekki til þess að geta haka við það að hafa orðið formaður í Sjálfstæðisflokknum eða til þess að sanna það fyrir einhverjum öðrum að ég gæti það, sko. Það er bara, þú getur bara gert meira og haft meiri áhrif ef þú ert formaður í Sjálfstæðisflokknum. Þannig að, þú veist, en svo þetta breytist þetta allt, svo breytist þessi tímalína og það er búið til kosninga og Bjarni leiðir þessar kosningar og, þú veist, engin veit hvernig það allt saman fer eftir tæpa 2 vikur. Þannig að, þú veist, það bara kemur í ljós, sko. Þú veist, ég meina, ég fór í stjórnmál fyrir töluvert löngu síðan af einhverjum svona innri tilgang til þess að, þú veist, gera samfélaginu gagn og til mig hafa eitthvað fram að færa, en ég segi líka alveg, það er auðvitað ákveðin svona sjálfstæðarflokkur sem ég vil leiða, þú veist, ég er alveg með mjög skýra sýn á það hvernig sjálfstæðarflokkur það er. Okay. Þá verðum að líka máta það við, sko, hvernig verður stemmingin bara hjá trúnaðmönnum í flokknum. Ég meina, ég ætla ekki að fullera það að ég verði rétta manneskjan til að leiða flokki þegar þar að kemur, ef að flokkurinn vill bara fara í einhver aðra átt en ég vil taka hann, sko. Já, sko, eins og ég sagði, þá er líka verið svona kenningar að þú hefði metið bara stuðningin þverrandi í þínu gamla kjördæmi og þá er það nefnt svona, þú veist, þú ert búin að vera mikið fjarverandi í raun og veru bara sem eðlilegt er sem utanríkisráðherra, alltaf, þú veist, sífellt á einhverju flugi og að þú hafir ekki getað sinnt kjördæminu nægilega vel, hvað segir við slíkum? Heldur að það sé eitthvað til í því að þú hafir ekki getað verið nægilega mikið í þínu heimasveit? Já, sko, ég myndi segja að það, þú veist, ég fór ekki úr kjördæmina því að ég taldi mig ekki hafa stuðning til þess að leiða það áfram, alls ekki. Ég hins vegar get alveg verið sanngjöt í því að, þú veist, mér finnst ekki óeðlilegt að manneskja sem að getur sinnt í betur en ég hef getað gert undanfarin 3 ár og manneskja sem er með annan fótinn eða báða, þú veist, í kjördæminu dag frá degi, það fannst mér raun bara sanngjarnt að gefa einhverjum slíkum einstaklingi svona plás, þú veist, í þessu kjördæmi. Það lágu þetta alveg fyrir þegar ég var skipuð í embætti utanríkisráðherra að það skilja allir hvað það þýðir og sérstaklega í landsbyggða kjördæmi. Þannig að í rauninni myndi ég segja, sko, þú veist, að einhverju leyti var eiginlega meiri skilningur á því þegar ég var orðin utanríkisráðherra heldur en þegar ég var ferðamáliðnaður og nýsköpunarráðherra sem auðvitað bindur þau líka mikið, þú veist, í borginni og á þinginu og þú veist, varaformaður að fara landið og svona, að þá gerir fólk jafnvel sko meiri kröfur til þess að þú værir mikið í kjördæminu heldur en, þú veist, þegar þú ert þriðjung af árinu tæplega í útlöndum ofan á það síðan að vera, þú veist, í ráðuneyti og niður á þingi og vera varaformaður og síðan bara vera, þú veist, móðir, sko, þú veist, eiga fjölskyldu, að þá ég myndi ekki segja, ég upplega ekki mikið sko skilningsleysi eða reiði gagnvart því, en auðvitað bara það segir sér sjálft, þú veist, ég var ekki eins mikið í kjördæminu og ég hefði viljað, en aldrei þannig að ég hafi ákveðið að flytja mig af því að ég hef ekki talið mig hafa stuðning í mínu kjördæmi. Ég meina það er löng saga og frábært fólk í kjördæminu sem hefur bara stutt ótrúlega mikið við mig í mínum störfum, sko. En segðu mér aðeins að þú nefndir hérna að þú
væri alveg með svona ákveðna mynd í höfðinu, svona hvernig sjálfstæðisflokk þú myndir vilja leiða ef að það kæmi að því. Að hérna, geturðu teiknað það aðeins upp fyrir okkur, svona hvernig bara þú sérð að þú viljir hafa sjálfstæðisflokkinu, þetta kemur náttúrulega með það svara að hann sé eins og hann er og það sé frábært og allt það, en þú, hvernig væru áherslurnar öðru í þessi ef að Þórdís Kolbrún væri að leiða þennan flokk? Ég myndi nú í fyrsta lagi segja að það auðvitað bara breytast áherslur með mannabreytingum og það að ég sé, þú veist, 37 ára kona upp á Akranesi með mitt bakland og svona sprett upp úr bara minni fjölskyldu og þú veist, í gegnum það bara hvað foreldrar mínu störfuðu og hvernig svona æsku ég fékk og allt það, þetta hefur það ótrúlega mikil mótandi áhrif á mann. Ég fór gekk í sjálfstæðisflokkinn. Ég segi stundu sjálfstæðisflokkurinn valdi mig ekki, þú veist, ég valdi sjálfstæðisflokkinn og ég kem ekkit úr einhverri mikilli sjálfstæðis fjölskyldu þannig, þú veist. Hvað ertu gömul þegar þú byrjar að hafa afskipti af stjórnmálum og velur sjálfstæðisflokkinn? Þá ég svona 18-19 og það eru svona ákveðin svona grundvallaratriði sem að svona eru svona hérna innst inni einhvern veginn, þú veist, svona í svona DNA-inu mínu sem svona í maganum. Hver eru þau? Ég myndi segja sjálfstæðisflokkur sem að bæði þjóðlegur, sem þá svona íhaldstaugarnar í honum, sem að ég kann meira við heldur mér stundum fólk halda að ég geri af því að ég svona stimpluð inn í frjálslynda arm sjálfstæðisflokksins, en líka víðsýnn og flokkur sem að brosir svona út í heim til þess að heimurinn brosir tilbaka og það bæði við þú veist, á sviði bara utanríkisviðskipta að vera opin fyrir því að eiga viðskipti við útlönd, þú veist, að vera talsmaður þess að við eigum að fjölga fríverslunarsamningum og tvíverslunarsamningum, að við áttum okkur því að við erum efnuð þjóð vegna þess að við erum útflutningsdrifin þjóð, það þýðir að við erum ríka því við seljum útlendingum vörurnar okkar. Og að við séum líka á sviði öryggis og varnarmála, séum við að horfa til útlanda, að við ræktum EES-samningin en förum ekki einhverja að það þurfa að taka umræðan það hvort að fríverslunarsamningur sé betri heldur en EES-samningur og það þurfa að endurskoða það allt saman, að það sé augljóst, að það sé meira virði að vera með aðgengi að 450 milljóna markaði heldur en 400.000 manna markaði, að við séum raunverulega talsmenn frelsis á öllum sviðum og það þá allt frá þessum svona sem stundum stimplu sem lítil og ómerkileg mál eins og það að fólk geti keypt sér rauðvín þar sem það vill kaupa sér rauðvín, að það sé við séum talsmenn þess að fólk fá að vera þar sem það að það fólk að leita hamingjuna á eigin forsendum, að það trufli ekki stjórnmálamenn eða einhverja trúnaðamenn í sjálfstæðisflokknum hvort að karlmaður elski karlmann eða ekki og þá stundum fæ ég að heyra, heyrðu, þú veist, þetta er engin sýn, ég menna, þetta er bara komið og þú þarft ekki að vera skreitaði með þessu. Ég segi bara, já, það ekki langt síðan að það breytist og öll réttindi sem að okkur tekst að svona ávinna okkur, það miklu auðveldar að missa þau heldur en að halda þeim. Þannig að þessi svona raunverulega frelsisnálgun sem að margir þingmenn í sjálfstæðisflokknum eru mjög góðir í að tala fyrir eins og bara þenni nefni Hildi Sverrisdóttur sérstaklega sem að mér finnst mjög svona tær í sinni frelsisnálgun og að við séum svona, þú veist, alþjóðlega sinnuð og síðan höfum raunverulega pólitíska forystu og kjark til þess að tala fyrir forgangsröðun og mér finnst stundum þegar stjórnmálamenn tala að forgangsraða, þá finnst mér eiginlega bara að tala eitthvað svona endurröðun. Þú veist, þú bara með eitthvað svona steiftan grunn af öllu dótinu sem við erum að gera, öllu sem við eyðum annarra manna peningum í og svo þegar að koma nýjar áskoranir, ný verkefni, nýjar áherslur í stjórnarsáttmála, ný áhugamál hjá okkur ráðherra, að þá hlaðist það alltaf ofan á. Þú veist, mér finnst ekki margir flokkar raunverulega að tala fyrir því að það sé rétt og það sé góð hugmynd og það sé almenn kurteisi að fara vel með annarra manna peninga og það allt frá þessari upplifun fólks af sóun í kerfinu og svo upplifun kemur bara því miður af gildri ástæðu, það húrrandi sóun í kerfinu, það alveg sama hvert þú lítur, það ekki til svo stofnun eða ráðuneyti þar sem þú getur ekki farið betur með annarra manna fé. Til þess að laga það þarftu auðvitað að breyta lögum og opinbera starfsmenn. Það þarf að fjárfesta raunverulega í stafrænum innviðum og þessum svona legacy kerfum sem að tala einhvern veginn ekki hvert við annað og eitthvað. Og það þarf að hafa hugrekki til þess að segja, heyrðu, já, þetta verkefni var mikilvægt fyrir 20 árum eða 10 árum eða 5. Það bara ekki lengur nauðsynlegt. Og það getur verið óþægilegt af því að almennt þó að maður heyri fólk kalla eftir því að taka til að þá síðan þegar þú ætlar að gera það, að þá alltaf ykkur sem á móti því og þá alltaf auðveldar eitthvað en að sleppa því heldur en ekki.
og þegar maður tala fyrir, þú veist, einkarekstri í velferðarkerfum, þegar maður tala fyrir auknu þjónustuframboði og ríki borgar, óháð því hver veitir, þegar maður tala fyrir því að selja eignir, þá kemur alltaf upp, já, kemur hérna sjálfstæðarflokkurinn sem eru auðvitað bara spillingaflokkur og allar að selja þetta til þess að láta einhvern félaga sinn verða efnaðari. Það er ekki það. Við erum bara með flókin efnaðarsekning ríkisins að óþörfu. Ég er ekki að tala fyrir að selja Landsvirkjun, ég myndi aldrei styðja það. Við eigum sko allt mikið í fjármálakerfi, við rekum áfengisverslanir í einokun, við rekum Íslandspóst í staðan fyrir bara að bjóða út rekstur og því hvar þarf ríki að koma inn til þess að tryggja það að fólk fái póstinn sinn heim til sín, svo býður út það rekstur og selur póstinn. En af hverju, til dæmis, minnst þetta allt frábær mál svo að nefna, en til dæmis með Íslandspóst, af hverju hafið ekki verið að tala um þetta núna á síðustu 7 árum, þrátt fyrir að hafa verið í stjórn með Vinstri grænum og það er alltaf bent á það að þið get ekki komið að ykkar málefnum, en minna, það til dæmis væri ekki hægt að rökstyðja það þó þau væri með Vinstri græna við borðið, þið hafi ekki sett þetta á oddinn í síðustu ríkisstjórnum. Sko, þessar 6 mánuði sem ég var í fjármálaráðuneytinu, þá setti ég þetta á oddinn og hefði þetta alveg viljað klára kjörtímabilið þar fyrst ég var flutt til þess að geta unnið markvisst að því að koma þessu þannig fyrir að það væri hægt að ramma inn hvers virði er Íslandspóstur og hvernig brýtur hann upp og skiptur hann niður til þess að bjóða út þennan rekstur og selja og losa okkur undan því. Þar, sannarlega voru Vinstri græn þar fyrirstaða, en ekki bara Vinstri græn, ég menna Framsókn líka og ég veit svo sem ekki hvernig það myndi liggja, þú veist, í þinginu eða kemur til atkvæðagreiðslu, en það er alveg aðrir flokkar líka sem að myndi örugglega, sem tala mikið fyrir, þú veist, tiltekti ríkisrekstri sem ætti erfitt með að... Þessu var sem sagt bara mótmælt af samfélagsstjórn. Ég myndi alveg segja að við værum svona taka skref í það átt að allavega gera okkur kleift að taka þessa ákvörðun. Þú veist, það er verið að ég meina, pósturinn er búin að standa sig þokkalega í að svona taka til í reksturinnum og svona byggja þannig undir það sé hægt að fara í sko útboð og síðan losa aðra eignir. Þannig að ég bara vona... En það var fenginn inn hálfgerður aðhaldskeisari úr viðskiptalífinu til þess að snúa við rekstri póstins. Sem ætti bara að gera oftar. Og hún hefur staðið sig, bæði Birgir og svo núverandi fóstur. Ég meina, þau hafa bara gert vel í því. Og það er þá bara betra fyrir þessa eign að koma sér út á marka. En gátu þið virkilega ekki á til dæmis þessum síðustu 7 árum að tala meira fyrir þessari forgangsröðun sem þú ert að tala um? Jú. Það er að segja að skera á þessa fitu allstaðar í kerfinu sem þú nefnir. Fólk, ég held að kjósendur Sjálfstæðisflokksins hafi verið þrátt fyrir jafnvel þó þið hafi verið í samstarfi við Vinstri grænum og það hafi verið hissa á því hversu lítið af ykkar málum var barist fyrir í raun og veru. Jú, ég held alveg að við höfum geta verið markvissari og líka þú veist, það eru 2 hliðar á því að vera að setja mál á dagskrá sem að þú svona veist að er kannski pólitískt mjög erfitt að ná í gegn og sumir segja ekki vera að segja þetta ef þú getur ekki gert neitt í því. Og ég skil alveg hvaðan það fólk er að koma en það sérstaklega í svona óvenjulegu stjórnarsamstarfi að hægri flokkur sé að vinna með vinstri sinnasta flokk á þingi þá er ég alveg þeirra skoðunar og tek það alveg líka til mín að við hefðum átt að vera duglegri og markvissari því að halda í til haga hvað okkur finnst og þá er hægt að segja bara, það liggur fyrir að í þessu stjórnarsamstarfi er þetta ekki eitthvað sem er raunhaft að ná í gegn en þú átt samt að tala fyrir því og við hefðum átt að þú getur nota þinn tíma í ráðuneytum til þess að undirbyggja það og þá annarkvort með það markmiði að það sé hægt að taka slíkar ákvarðanir hratt ef þú kemst aftur í ríkisstjórn með þá hugmyndafræðilega annars konar flokkum eða að þú getur bent á og sagt þetta var búið að undirbúa, af hverju er þá hver sem þangað kemur, af hverju er viðkomandi þá ekki að hrinda því í framkvæmd og við hefðum alveg geta gert betur í því. Ég meina við erum ennþá með 160 stofnanir á Íslandi við erum ekki einu svona 400.000 mér finnst það bara fullkomlega fráleit staða að við séum með 160 stofnanir og ég veit alveg í stóra samhenginu standa ríkisfjármálin ekki að falla með því hvort að stofnanir eru 160 eða 80 en það er bara þessi svona lágmarkskrafa og almenna kurteisi að sýna fram á það að þú sért að fara eins vel og þú getur með annarra manna peninga og það viðþorf að til dæmis bara tala alltaf þetta sem annarra manna peninga að þetta er það, þó að þú síðan sért með heimild til þess að setja þetta inn í sameiginlega sjóði. Það hefur bara áhrif á það hvernig þú ferð með þessa peninga. Það er mjög gagnlegt að þingmenn kjörnir fulltrúar myndu hugsa þetta meira svoleiðis. Já, ég meina, en svo er alveg dæmið, þú veist, ég lagði niður stofnun, opinbera stofnun
án þess að sameina annarri og fara í ykkur æfingar, bara lagði niður Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Já. Og það hefur meira þess að stofnun sem var ekki með sko lögbundið hlutverk og hafði sannarlega, þú veist, það var mikilvægt að setja hann á laggirnar fyrir áratugum síðan þegar nýsköpunarumhverfi var ekkit eins og það núna. Og nefna þegar ég sé hérna Gumma bókina hjá Gumma í Google. Hvað margt hefur breyst í þessu umhverfi. Ég man eftir því þú laðir þessu stofnun niður og ekki einu sinni ég var viss hvort þetta væri góð hugmynd því að áróðurinn var eitthvað eins og mikill gegn og þetta væri bara niðurbrot starfsemi á nýsköpun á Íslandi og svona. En þá tókum við það sem var mikilvægt í stofnuninni. Þú veist, við eittum ekki öll út, sko. Þú veist, við lögum niður stofnunina. Mistu einhverjir störf, er það ekki? Og það var hluti af því, vegna þess að þegar ég var, þú veist, aðstoðarráðherra hérna fyrir 10 árum síðan, þá var lenskan ennþá að stjórnmálmenn gætu ekki samin á stofnanir eða lagt niður stofnun án þess að lofa því að enginn myndi missa vinnuna. Og það var svolítið þannig að minna Gulli var að leggja niður einhverja 5 stofnanir en flest allir héldu vinnunum. Það er bara ekkert fyrirtæki myndi gera það þannig. Nei. Þannig að það var alveg hluti og það var, ég menna þú veist, þarna var fólk sem var bara að gera sitt allra besta í vinnunni og syndi sínu störfum að heilindum, skilur. Ég menna, og svona þögli meiri hlutin er ekkert eitthvað að kæra sinni í eitthvað mál hvort að stjórnmálmaður sé að leggja niður stofnun. Svo koma þau sem hafa hagsmunaði og tala og svo koma stjórnarandstæðingar og gera sér matur því. Þannig í rauninni er þetta alltaf auðveldar að sleppa þessu bara. Það er bara auðveldar að gera þetta ekki. Eins og það að fara og segja, herri, ég get ekki lofa því að allir hér haldi vinnu sinni. En við tókum mikilvæga verkefnin og færðum þau annað og settum til dæmis í samstarf með einkaaðilum, með háskólasamfélaginu, þar sem það síðan blómstar að vera bara betri og svo skiluðum við 400 milljónum í ríkissjóð. Þetta er samt spurning hvernig þú selur þetta. Af því að maður tekur eftir bara persónulega, hvernig það lítur út fyrir mér, eins og þegar ég sé Javier Milei í Argentínu, sem að kemur til að taka til hendinni og bara kosningabaráttan snerist bara, hann var bara með vélsög bara alltaf að spæna þetta allt niður en þetta ríkisbákn og hann hefur sannlega gert það og hann hefur bara og það er einhvern veginn, hvernig hann presentar þetta þá fattar maður alltaf, já, herðu, hann er að tala annarra manna peninga mitt og ríki get ekki verið stöðut í alls konar rekstri og svo sjáum við líka bara áherslan sem að Donald Trump leggur á þetta með því að segja, þú veist, að fá Elon Musk inn til að fara yfir ríkisfjármálin og bæta aðhald og þá einhvern veginn í þessum tveimur tilfellum þá fær almenningur svona á tilfinninguna að þetta er mikilvægt en ekki bara einhvern veginn, hei, er hún að loka nýsköpunarstofnun, skilur brjálega, þetta er alltaf spurning hvernig maður selur þetta og ég þá hefur manni fundist að Sjálfstæðisflokknum, ef hann er virkilega þessara skoðunar að það er að minnka ríkisumsvif þá þarf hann að selja þá hugmynd miklu markvissar og betur. Ég held að að því að svo finnum maður alveg að það eru við að hluta til förum líka í vörð þegar að tala að þú veist, ríkisbáknið hafi blásið út og svona að því að við bendum á bara, þú ert með fjölgun á landinu mesta innan OECD. Þú ert með vinnumarkaðsmódel og launahækkanir sem eru ekki samræmi við það sem gengur og gerist í kringum okkur. Ef þú horfir á ríkisútgjöldin þá er bara megin þorri fjárútláta eru laun og síðan bætur sem eru tengdar við laun. Þetta samt köttar ekki í gegn hjá almenningi. Nei, ég veit það. Þetta er ekki nógu góð afsökun. Og ég held að það sé, þess vegna segi ég ef þú raunverulega í stóru myndinni bara ríkisútgjöldum ætlar að gera það sem þarf að gera og laga það sem þarf að laga. Þá er vinnumarkaðsmódeli hluti af því og það er bara rosalega, þú veist, við erum búin að tala þetta svo lengi og það er ekki samstæð þetta og núna stefnir í að það veri ríkisstjórn sem að mun ekki fara í neina breytingar ef að verkalýðshreyfingin er ekki sammálaði og þar alveg held ég að það muni ekki breytast þegar allir stjórnmálamenn geta sagt við viljum norrænt vinnumarkaðsmódel og svo þegar þú spyrð stjórnmálamenn ert þó til í að gera breytingar á lögunum þannig að við séum raunverulega með norrænt vinnumarkaðsmódel eins og með réttindi opinberra starfsmanna að ríkissáttasemjari sé með þau verkfæri eins og þeir eru með annars staðar þá er svarið nei eða svarið er með fyrirvara að verkalýðshreyfingin sé því sammála sem að hún verður ekki óbreyttu þannig að ekki þá talum og viljir norrænt vinnumarkaðsmódel ef þú ert ekki til í að taka það súra með því sæta. Svo getum við hort á launahækkanir og þá þróun og hvað það, þú veist, bara þýðir fyrir ríkisútgjöldin. En eftir situr síðan, annars vegar þessi upplifun af sóun í kerfinu og svo upplifun er með réttu og það verður bara ávarpaða og sýna það tákgrænt og af alvöru að við séum að gera eitthvað í því og síðan er það þegar ég er að tala þessa svona raunverulegu forgangsröðun og sölu eigna
sem að mér finnst bara sjálfsagt og eðlilegt, bæði til þess að lækka skuldir, jafnvel setja hlutað í, þú veist, uppbyggingu innviða, bara svona efnahagslega innviða sem að við þurfum að gera. Og svona, þú veist, ég held þetta sé, sko, allt þetta myndi laga þessu stöðu, af því að ég get alveg líka sagt, það liggur alveg fyrir, þú veist, við erum með 0,35% af vergri landsframleiðslu í þróunarsamvinnu. Norðurlöndin öll með meira. Þú veist, ef ég spyr, ert þú á móti því að auka útgjöld í þróunarsamvinnu? Nei, ég er ekki á móti því, sko. Þú veist, ég tala ekki gegn hvers kyns auknum útgjöldum hjá ríkinu. Þú veist, ég meina við setjum 0,1% í varnarmál á meðan allir langflestir að ná upp í 2% og sumir langt umfram það. Já, við erum ekki með her, en segir það okkur samt að við eigum ekki að setja meira 0,1%? Eða höfum við einhverju heimavinnu hérna, hvort það netöryggismál eða einhverju fjárfestingar á Keflavíkursvæðinu eða hvað það er. Veist, ég er ekki með einhverja kreddu í því að segja bara hverskins hugmyndir af auknum ríkisútgjöldum er ég á móti. En þegar við erum á sama tíma með kannski hátt í 28 milljarða á ári í hælisleitendakerfi sem er galið. Sem að fer allt bara í einhverja lögfræðinga og embættismenn og gagnast ekki neinum mest af þessu fólki sem að þar er á endanum. Við erum ekki fjárfesta í fólki. Það er brjálað að við séum ekki meira sammála öll þjóðin, ég held að flestir eru það. Ég held að 80%. En það eru einhverju svona jaðarflokkar sem eru kannski að þurrkast út á þingi núna reyndar, vonandi segi ég, sem að sjá þetta ekki þannig og manni finnst það bara stór undarlegt að því að þetta snýst ekki að vilja ekki hjálpa í þróunarsamvinnu eða kvótaflóttamenn og svo framvegis. Einmitt frekar heldur en hitt, sko. En svo finnst mér alveg að því við erum í kosningabaráttu núna, mér finnst alveg fara svona óþægilega lítill tími í að ræða, sko, verðmætasköpun. Þú veist, ég meina, við erum búin að vera með hagvöxt undanfarin 10 ár bara í engu samræmi við útlönd. Það er að segja meiri hagvöxt. Já, bara miklu meira hagvöxt hér heldur en Evrópusambandi meira hagvöxt heldur en í Bandaríkjunum, sko. Ákveður byggir það helst? Já, það eru þetta, ég meina það eru þetta mikið til innflutt vinnuafl, sko. Ferðaþjónusta, hugverkageirinn, fiskeldi, þú veist, sjávarútvegurinn alltaf stöðugur, álframleiðsla hefur verið í góðum horfum og svo ertu með fólk sem að flytur hingað sem að þá sinnir bæði ferðaþjónustu, byggingageira og auðvitað líka bara stofnar fyrirtæki og svona, þannig að þessu er haldið alveg, en við bara höfum staðið okkur vel, en sko þegar að það er í gangi einhvern veginn stjórnmálumráð kosningabarátta sem að megninu snýst hvort það eigi að hækka skatta á fólk og fyrirtæki og svo hvernig þú ætlar að auka útgjöld, að þá vantar auðvitað hina hliðin á því sem er bara hvernig erum við þá að tryggja það við séum raunverulega að auka sko verðmætasköpun á Íslandi. Og hvaða hugmyndir hefur þú þar að lútandi? Hvernig getum við aukið verðmætasköpunina? Já, sko ég myndi nú segja í fyrsta lagi að vera með samkeppnishæft atvinnulíf og samkeppnishæft skattaumhverfi og allar þessar hugmyndir allra handa skattahækkanir mun ekkit, fólk gerir einhvern ráð fyrir því að bara það geti reiknað sig út allar tekjurnar skilir sem þau ætla að hækka skatta en gleyma því bara einhvern veginn þessu svona mannlega þætti í þessari blessuðu hagfræði sko. Og mér finnst það er lykilatriði við sem er samkeppnishæft atvinnulíf og samkeppnishæft skattaumhverfi. Við eigum auðvitað að fóstra áfram og tryggja það að nýsköpunarlandi Ísland sé þangað sem við erum að stefna og halda áfram að byggja þar upp vegna þess að tækifæri þar eru bara, það er hinn óþrjótandi auðlind sko. Þú veist, það er engin takmörk fyrir því hvað við getum vaxið í hugverka iðnaði og svo stefna að gera hugverka iðnaðina stærstu útflutningsgrein þjóðarinnar er eina vitið. Svo erum við náttúrulega með miklu uppbyggingu í fiskeldinu, bæði í sjó og landi. En það er umdeilt. Sjókvíaeldi er gríðarlega umdeilt. En hvar stendur þú? Myndið þú, ef þú réðir, gefa út fleiri leyfi til sjókvíaeldis? Ég er talsmaður þess að við séum með fiskeldi í sjó. Ég er það. Þrátt fyrir að þetta hafi gríðarlega mengandi áhrif og geti raun og veru bara slátrað villtum laxastofni við landið. Sko við erum náttúrulega búin að, þú veist, byggja upp kerfið þar sem við segjum, við ætlum að hlusta á vísindin hverju sinni og svo þetta tekur, ég ætla ekki að segja að við séum búin að finna út úr öllu sem þarf að finna út úr, en við erum búin að gefa það út og við hlustum á vísindin og það er á vísindalegri ráðgjöf sem við byggjum okkar sko leyfisveitingar, þú veist, hvar við erum með fiskeldi í sjó og hversu mörg tonna leyfi er úthlutað á hverjum stað fyrir sig. Fiskeldi er komið til að vera, það er enginn að fara að slökkva á fiskeldi í sjó og þegar fólk segir bara ekki hægt að færa þetta allt upp á land,
Í fyrsta lagi þetta 2 ólíkar atvinnugreinar í raun. Í öðru lagi ertu með fiskeldi á landi þar sem að það hentar og þegar Vestfirðingum er sagt að setja bara fiskeldið upp á land, þá segir ég bara, herðu býtu, þú veist, þetta er sami landshluti og er ekki einu svona með næga græna raforku, sko. Þú veist, þau eru ennþá nota díselvaraaflstöðvar af því þau fá ekki að virka í sínum landshluta og þau eru ekki með flutningskerfi sem getur flutt raforkun annars staðar þangað yfir. Þannig að það er óraunhæft fyrir Vestfirði og Austfirði. Vegna orku. Meðal annars. Sko, ef við myndum bara loka á fiskeldi í sjó og ætla að flytja allt upp á land, þá ertu í raun að slökkva á þessum atvinnugreinum á Vestfjörðum og Austurlandi og ég er bara ekki talsmaður þess. Við hins vegar erum náttúrulega með frekar stranga kröfur í þessu og erum alltaf að reyna að gera betur í því og ég held alveg að þú veist út frá eftirliti, út frá sektum, þannig að það sé sko svona augljós fæling í því að vera að gera ykkur mistök, ykkur sleppingar og annað slíkt. Það þarf að vera í lagi og ég er alveg, segja alveg, við getum alveg gert ríkar kröfur og bara ríkari kröfur heldur en flestir þegar kemur að svona umhverfis, þú veist, áhrifum á fiskeldi í sjó. En við erum með fiskeldi í sjó, við erum að byggja upp fiskeldi á landi, við erum með sjávarútveginn þar sem hann sem við höldum stöðugum, en svo erum við með nýsköpunni kringum það sem auðvitað er bara að verða stærri heldur en veiðar á hvítum fiski í sjálfu sér, sko. Og svo ertu með nýsköpunina sem eru þetta allstar, svo þurfum við að vera með meira magn af grænni orku fyrir allskyns verðmætasköpun, það snýst ekki bara einhver orkuskipti og loftslagsmál, það er bara, orka er undirstaða velsældar, allstaðar í heiminum hefur verið þannig bara í mannkynssögunni og verður þannig áfram. Við búum hérna á grænu batteri og það er bara skrítið að við séum í þeirri stöðu og höfum komið okkur í þá stöðu sjálf að eiga ekki nóg af grænni orku. Viljið þið virkja meira af vatnsaflsvirkjunum? Já, bæði vatnsafli, við erum alltaf með jarðvarma, ég meina, þú veist, vindurinn er rosa umdeilt og það er svolítið áhugavert að þau sem að hafa svolítið verið á bremsunni, gagnvart orku framkvæmdum og vatnsafli, fyrir nokkrum árum töluðu fyrir vind og svo þegar vindurinn er komin til umræðu og þá er sagt, já, ekki, þú veist, í byggð og þá fara einhverju að tala með að segja, setjum það bara í víðernin, það sem enginn býr og þá er sagt, víðernin eru svo sjaldséð og orðin svo, þau nánast í útrýmingarhættu í heiminum og þau eru mikils virði og við viljum ekki fara með það þangað og þá er sagt, ég fari bara með þetta út á haf og þá segi ég að þið áttu ykkur því að þau eru að tala fyrir sko vindorkugarð á hafúti, offshore vind, það þýðir að það eru erlendir aðilar sem koma að byggja það upp vegna þess að kostnaðurinn slíkur og áhættan slík að það er engir íslenskir aðilar sem er að fara að taka alla þá áhættu eina og þá segir fólki að við viljum ekki útlendingar eigi vindin, sko, við viljum ekki að útlendingar fara fram að ráð. Er þessi vindorkugarðar ekki bara hálf ómögulegir? Ég meina, mér finnst öll þessi rök sem eru þarna, þetta er mikið sko sjónlíti og hvort sem maður er að hafa það einhvers staðar nálægt byggð eða út í víðernunum, þá er þetta einhvern veginn vatnsaflsvirkjanir eru miklu snirtilegri og þar kemur betra öflugra rafmagn úr þeim og en hvað finnst þér? Finnst þér að vindorkuverin að við ættum að vera að fara að hugsa mikið um það? Sko, mér finnst við bara almennt þurfa oftar að svona segja það sem við erum að meina og meina það sem við erum að segja. Og ég meina þegar ég segi að ég vil meira af grænni orku og ég þeirra skoðun að við þurfum meira af grænni orku. Ekki bara fyrir orkuskiptu og þessar hluti heldur bara til þess að auka verðmætasköpun og stækka hagkerfi á Íslandi. Við erum í eftirsóknarverðu stöðu og þegar maður verður að reyna að útskýra fyrir fólki að eitt helsta deilum á íslensku pólitík sé hvort við eigum að framleiða meira á grænni orku, þá skilur fólk ekkert hvað maður að segja, sko. Ég er alveg talsmaður þess að við förum í frekari vatnsaflsvirkjanir og það er alveg rétt, þú veist, það er svona út frá sjónrænum áhrifum að þá eru áhrifin rosalega lítil oft. En það ertu þetta raska landi og það eru bara kostur og gallar, þú veist, með því. Á meðan að í vindinum ertu síður á raska landi en þú ert að hafa áhrif á fuglalíf og þú ert með sjónræn áhrif sem eru meiri og allt þetta. Þannig að það eru kostur og gallar með þessu öllu saman. En á meðan að við erum einangra raforkukerfi, því við erum ekki með neitt streng og það er ekkert á stefnunni að fara að leggja eitthvað streng eitthvað til Bretlands eða eitthvað Skotlands eða eitthvað, að þá hjálpar vindurinn okkur að nýta orkunni sem við fáum á vatnsaflinu miklu betur. Í dag erum við í rauninni með sko svona lögmætt brottkast upp á marga milljarða á ári af því að við erum, þú veist, við fyllum lónin og við erum ekki með vindin til þess að vega á móti og við erum ekki með streng til þess að senda eða taka á móti orku. Þá erum við bara að sulla orku fyrir nokkra milljarða á ári sem að við gerum ekkert við. Þannig að vindurinn er
að mínu viti mikilvægur því, ég ekki að segja við að vera meðan, þú veist, í öllum bæjarstæðum og út allt, sko. En er þetta ekki mikið til erlendir aðilar sem að vilja reisa hér vindorkugarða? Já, þetta náttúrulega bæði Landsvirkjun og þau eru nú svo sem langt komin með að byggja vindorkugarð núna, sem þá þetta bara fyrirtæki í opinberri eigu. Síðan eru erlendir aðilar að sækjast í þetta líka. Síðan eru erlendir aðilar sem hafa verið hérna í rannsóknum og svoleiðis og svo eru svona hugmyndir þú veist, einhverja offshore svona út á hafi vindorkugarða sem eru náttúrulega ekkit neitt svona á veg komið en það eru líka erlendir aðilar. En er það ekki þannig, út af þessum orkupökkum sem að mikið hefur verið deilt að þar í raun og veru eru einhver ákvæði þess, minna, ef erlendur aðili væri búin að byggja vindorkugarð að þá getur hann farið fram á að fá að flytja orkuna getum streng út úr landi. Hann getur ekki farið, það er alltaf ákvörðun bara íslenska stjórnvalda hvort að við leggjum streng og tengjum okkur við útlönd. Við getum ekki lent í málsóknum samningum og orkupakkunum sem að þið skrifuð undir. Nei, af því það er bara á forræði okkar hvort við leggjum streng eða ekki. Hins vegar ef við værum með streng og við værum einhvern veginn að mismuna aðilum hvort eru útlendingar eða íslendingar, vindorka eða eitthvað annað, þú veist, út frá strengnum og eitthvað svoleiðis, þá getum menn átt, þú veist, sagt, ég þarf að vera sitja við sama borð og aðrir hér. En það er ekki þannig að útlendingur sem að myndi byggja eitthvað vindorkugarð geti síðan gert kröfu á ríki og sagt, nú vil ég fá streng til útlanda til þess að selja mína orku, því það er bara ákvörðun íslenska stjórnvalda hvort. Þú ert alveg viss um það? Ég er alveg viss um það. Og þannig að þú hefur engar áhyggjur af því að þessir orkupakkar og bókun 35 að þetta sé svona einhvern veginn að taka frá okkur fullveldið, völdin og við gætum lent í því bara hreinlega að eins og ég segi, einhverjir viðskiptamenn sem að kæra ákvarðanir getur bara fengið sitt í gegn þvert á vilja íslensku þjóðarinnar og íslenska ríkisins. Sko út frá orkupökkunum og þá meiri sem við myndum leika streng sem að enginn er með á stefnuna að fara að gera. Þá myndi slíkur strengur liggja til Stóra Bretlands sem hann alltaf er ekki í Evrópusambandinu. Þannig að jafnvel þótt að það er strengur, þá væri hann inn í land sem er ekki í ESB, þannig að orkupakkin myndi ekki einu sinni virkast út frá Acer og þessu dóti sem allt var í umræðinu sín tíma. En ert þú í prinsipinu alveg á móti því að það verði sæstrengur lagður frá Íslandi til meginlandsins? Ég hef aldrei lokað á þann möguleika að það geti verið fýsilegt fyrir okkur á einhverjum tímapunkti, einhvern tíman í framtíðinu að það verði lagður strengur til Íslands. Ég hef aldrei talað fyrir því að það sé lagður strengur til Íslands og ég held við séum ekkert að fara þangað, sko. Við erum auðvitað bara með, sko, við nýtum okkar grænu orku vel í dag. Við erum með verðmætasköpun og stór fyrirtæki sem að skapa störf og skapa gjaldeyri sem að hentar okkur vel og jafnvel þóttu myndum framleiða miklu meira af grænni orku. Þá er til að mynda hugmyndur vindorkugarð á Austurlandi sem að snýst að framleiða ammoníak til útflutnings, eðlumál samkvæmt ekki gegnum rafstreng, heldur ammoníak til útflutnings, ammoníak sem að í framtíðinni gæti sett allan skipaflotan á slíka orku í staðan fyrir rafmagn ef að það verður, þú veist, ef að það verður ofan á. Og ekki ætla ég sem stjórnmálamaður að hafa einhverja veðja á það hvað verður ofan á þar. Þannig að jafnvel þóttu myndi framlega miklu meira af grænni orku. Þá erum við bara með hér aðstæður þar sem við fáum mikið út úr því að nota þá orku hér í að framlega einhverja vöru sem við sendum út. Alveg eins og álið eru þetta bara útflutningur á raforku. Ég meina þetta er útflutningur á vöru en þú veist þetta er hérna út af raforku. Þannig að, en ég hef alveg líka, sko, ég meina Guðeinn veit hvernig Evrópa mun líti út eftir 25 ár, sko. Þú veist, við tölum alltaf ég meina það er alveg hægt að spyrja sig bara út frá þjóðaröryggi eða fýsileika eða hvað er bara efnahagslega skynsamlegt fyrir okkur, svo getur alveg verið eitthvað sem efnahagslega skynsamlegt en það er bara ekki pólitísku vilji fyrir því. En ég heyri bara enga flokka og Sjálfstæðisflokkinn þar með talið vera yfir höfuð að tala það að setja raforkustreng á dagskrá. En utanríkismálin, þú ert búin að halda á þeim í dágóðan tíma og það hefur mikið gengið á þetta í utanríkismálum. Ég sá orðaskipti á einhverjum fundi núna helgina eitthvað milli þín og Gunnar Smára, sósíalista foringja. Og ég veit að það eru margir sem að spyrja sig að þessu. Sko, stuðningur okkar við Úkraínu er eðli málsins samkvæmt auðvitað eðlilegur í ljósi þess að við viljum verja fullveldi ríkja og þá alþjóðasamninga sem að þar eru undir, af því að við byggjum allt okkar á því eðlilega.
en margir spyrja sér samt og eins og Gunnar Smári orðaði reyndar þarna að í upphafi var okkur sagt að þetta yrði fljóta afgreitt með miklum og góðum stuðningi við Úkraínu, þá myndum við hrinda á bak þessari innrás og það væri nauðsynlegt fyrir lýðræðið og vestræna samvinnu og allt þetta. En nú eru farnar að renna á menn tvær grímur. Það er ekkert útlit fyrir það að það sé hægt að treysta á og stóla á sigur Úkraínu í þessu stríði. Og þá spyrja menn sig, þetta er mikið fjárhustur, þetta er mikið mannfall og hryllingar og hörmungar sem að dynja yfir Úkraínu og einhverju mæli Rússland líka, en þeir kölluðu þetta yfir sig. En margir skilja bara ekki, af hverju eru evrópskir stjórnmálamenn ekki að leggja miklu meiri áherslu á friðsamlegar lausnir í þessum máli, diplómatískar leiðir til að setjast að samningaborðið og binda endi á þessar hörmungar. Af hverju þurfum við að vera svona ótrúlega stíf á því að eingöngu sigur Úkraínu gegn Rússum sé í boði. Þú skilur það aðeins fyrir okkur. Já. Sko, ég held fyrsta lagi auðvitað spurning hvernig þú skilgreinir sigur Úkraínumanna og hvort hann sé raunhæfur ennþá eða ekki. Þú veist, ég held hann sé raunhæfur en það fer algjörlega eftir því hvað Vesturlönd eru tilbúin að gera til þess að styðja við varnarbaráttu þeirra. Og þegar að þú segir sko, þú veist, langur tími liðinn og hversu lengi á þetta ganga og svona, ég meina, fyrst var auðvitað bara gerðu nánast allir ráð fyrir því að þetta tæki örfáa sólarhringa að ýmist sko taka Zelenski frá völdum eða jafnvel bara myrðan og taka yfir höfuðborgina og gera Úkraínu einhvers konar leppríki. Þetta tæki bara einhverja nokkra daga og hér erum við, þú veist, bráðum 3 árum liðnum sko. Þannig að það eitt og sér eru þetta einhvers konar forma, einhvers konar sko varnar sigri Úkraínumanna. Hins vegar skiptir öllu máli hvernig þessu líkur og það er alveg rétt sem hún segir. Það er langur tími liðinn og maður skynjar það að tala einhvers konar friðar viðræður er ekki sama svona no-no einhvern veginn og það var fyrir ekkert svo lengu síðan. Hins vegar sjáum við að hvernig eru Rússar að bregðast við þessum umræðum. Þú veist, núna allir hefur verið opnað á í rauninni. Hvernig myndu friðar viðræður líta út? Þú veist, hvað ætti línan að vera? Er það 2014 við Krím? Er það þessi héru til viðbótar? Er það sko víglínan eins og hún er núna? Að menna Rússa var jafnvel myndur og bara jafnvel vilja eitthvað meira eða hvernig það er. Og þegar að opnaður á þessa allavega í svona pólitísku tali að þá taka Rússa sig til og sko bombarda bara eins og aldrei fyrr, eins og það hafi verið að gera núna undanfarna sólarhringa. Ég áttam alveg á því, verandi utanríkisráðherra Íslands sem er sko fámennt samfélag, er ekki einu sinni með her, á ekki einu sinni vopn, auðvitað þarf maður að sko vita sinn stað. Þá er ég ekki að meina gagnvart Rússlandi, heldur er að meina gagnvart vestrænum vinum okkar þegar við erum með yfirlýsingur það hvað við teljum þurfa að gera þegar við síðan getum ekki gert það sjálf. Þú veist. En hins vegar snýst þetta svona þennan geopólitíska styrk og raunverulegan vilja lýðræðisríkja til þess að sýna það í verki en ekki bara í orði eða með Twitter-fæslum eða fæslum á X að við séum tilbúin að gera það, heldur sýnum það í verki að við séum nægilega sterk saman til þess að sýna slíka fælingu og að menn komist ekki upp með það sem þeir eru að gera núna. Og ég heyri, og ég ætla bara að segja að ég hef orðið bara verulegar áhyggjur af því hvernig umræðan á Íslandi er að þróast. Ég vissi frá upphafi að þessar vopnasendingar eru umdeildar og ég gerði alveg ráð fyrir því að það er ekki meirihluta stuðningur við þær. Hins vegar var það svona frekar rólegt í byrjun. Nú er þetta orðið bara eitthvað svona mál sem að menn svona berja sér á brjóst til þess að einhvern veginn tala gegn og þú veist, viðbrögð á samfélagsmiðlum og svona, það er bara, ég ætla bara að segja að ég hef áhyggjur af því ef að fólk í alvörunni áttar sig ekki á samhengi hlutana. Vegna þess að þegar ég segi, þú veist, við erum ekki að styðja við Úkraínu eingöngu vegna þess að það er það sem er rétt að gera. Þú veist, við erum að halda því fram að það séu blákaldir hagsmunir Íslands að gera það. Við segjum oft, við erum svo friðelskandi, við erum ekki með her. Og við getum alveg verið þakklátt fyrir það að vera ekki með her, en mér finnst bara ránt að vera að gorta sig af því að við séum ekki með her og við séum eitthvað meira friðelskandi heldur en annað fólk.
við erum varin af annara manna herjum. Við erum í bandalagi þar sem búið að komast að niðurstöðum að það er fólk sem er tilbúið að fjármagna vopnakaup, koma með þau hingað, hætta lífi sín og limum til þess að verja Ísland. Og þá segi ég það minnsta sem við getum gert er að meina þegar við segjum að við séum verðugur bandamaður sem stofnaði Atlantsbandalaginu og fylgjum svona með í flútti þegar við erum að taka ákvarðanir til þess að skila við varnarbaráttu. Þetta grundvallar stefnubreiting að vera allt í einu farin að kaupa vopn fyrir íslenskt skattfé sem að höfum aldrei gert áður. Við höfum boðið fram aðstóð í einhvers konar hjálparstarfi eða sjúkratjöld og svo framvegis fatnaður jafnvel. Tökum á móti flóttamönnum og gerum allt sem að herlaus friðelskandi þjóð getur gert. En þarna verður grundvallarbreiting sem að er það að við erum alltaf farin að kaupa bara beint fyrir íslenskt skattfé vopn sem að margir töldu einhvern veginn að yrði bara fjárstæður óraunveruleiki, myndi aldrei geta gæst og þannig að þarna verður þegar að stíga rosa stórt skref í því sem að ef þú tekur samhengi hlutana þá eru Ísland búin að standa fyrir það einhvern veginn að vera ekki í vopnaskaki. En myndu við segja að væri stefnubreiting að Ísland færi frá því að styðja, Evrópuland í varnarbaráttum 0 krónur yfir það að gera það, fyrir svona 30 milljarða á ári eins og Norðurlöndin er að gera? Ég held að fólk myndi segja að þetta er grundvallar stefnubreiting. Ég meina við förum frá því að bara gera ekki neitt yfir í að verja, 0,5% af verga landsframleiðslu í stuðning við annað land. Ég er ekki sammála þessi grundvallar stefnubreiting. Ég segi bara, við stöndum frammi fyrir nýjum tímum sem við höfum ekki staðið frammi fyrir frá lýðveldisstofnun. Það er staðan í Evrópu og þá segi ég, þetta er ekki grundvallar stefnubreiting. Þetta eru bara nýjar ákvarðanir með tilliti þess sem er að gerast í kringum okkur. Við erum ekki hlutlaus og höfum ekki verið frá því við erum aðilar að NATO. Við viljum segja að við séum verðugur bandamaður. Við fylgjum, efnahagsþvingunum með Evrópulöndum, við tökum á móti fólki sem hingað kemur eins og allir aðrir í Evrópu gera. Og ef við ættum vopn, þá myndum við senda þau. Það er ekki spurning. Ef við ættum vopn, þá myndum við senda þau. Það gera allir nema, Ungverjaland. Og við erum ekki með þeim kannski hugmyndafræðilega alveg á sama stað á þau. Svo heyrir maður að fólk segir, ég meina þetta er nú ekki make or break hvort að Ísland sé að taka þátt í þessu, þetta eru svo litla tölur. Þá segi ég á móti nei, en það á náttúrulega við þá bara almennt í mjög mörgu sem við gerum að því við erum svo fá. Þegar að, ef að við myndum lendi þeirri stöðu að hlutinni verða bara miklu verra áður en að verða betri, þá langar mig ekki að hafa staði mína vakt og einhvern veginn nota bara tekið nánast út inneign allstaðar og eiga hvergi inneign hjá einum vinnum og bandamönnum. Og ég áttam alveg á að þetta er umdeilt, ég áttam á því að þetta er breytti tímar, þetta er fólk tíma að melta svona upplýsingar og ég skil alveg þegar fólk er ósamlega sem við erum að gera, en ég segi bara, ég vaknaði ekkert morgun og sagði mikið óbáslega langar mig að setja klinka af íslensku skattfé í að kaupa vopn fyrir Úkraínu, en að því bara, heldur, sögðum við strax frá upphafi að við ætlum að styðja Úkraínumenn í sinni varnarbaráttu. Og hvernig gerur það best? Að mati þeirra sjálfra, að mati allra bandalagsríkja, allra vina þeirra, þá er það að þau geti varið sína borgara gegn vopnunum sem er dritað á þau og orkumannvirkju annað og það gerur best með því að vera með vopn á móti. En hversu miklu erum við búin að verja og erum að fara að verja núna samkvæmt síðasta samkomulagi sem er skammarlega litlu. Skammarlega litlu segiru, en ég meina hvað var samþykkt núna á Norðurlandaráðsþinginu hérna daginn? Það sem að við erum með þingsályktun sem við höfum samþykkt, það sem við reyndar segjum það ætla að halda í við Norðurlöndin og við erum svo óbúslega langt frá því að það er ekki til að segja frá því En í fjármálaáætlun erum við búin að taka frá 4 milljarða á ári út tímabilið í stuðning við Úkraínu. Það er ekki bara varnarstuðningur. Það er 25 milljarðar eða? Þetta eru, 20 milljarðar á næstu árum. Það sem við erum með 5 ára skuldbundum okkur til þess að vera með 5 ára stuðning og það er, efnahagslegur stuðningur, mannúðartengdur stuðningur og varnartengdur stuðningur. Síðan var ákveðið á NATO-fundi í sumar að löndin ættu að verja svona lágmarksupphæð í varnarbaráttu Úkraínu. Mörg lönd eru það langt fyrir ofan og þetta samþykktu öll ríkin og við náum ekki heldur upp í það
Ég meina, erum við ekki líka, verðum við ekki alltaf að taka inn í myndina að við erum örríki, við erum bara 400.000 tæplega. Já, en við erum samt með brjálæslega, þú veist, mikla verðmætasköpun á mann og við erum með mikla, sko, svona landsframleiðslu, þannig að þú veist, að ég heyri til dæmis Sigmund Davíð segja í útvarpinu um daginn, við eigum ekkert að vera að senda vopn, sko, við eigum bara að gera eins og Norðurlöndin, nema að sleppa því að senda vopn. Og ég satt og hugsaði, já, ok, þá værum við að styðja við Úkraínu upp á svona 30 milljarð ári. Myndi hann samþykkja það? Er það hlutfallslega svipað? Já. Væri pólitísku stuðning, af því við segjum, sko, við styðjum varnarbaráttu Úkraínu, Ísland stendur með Úkraínu. Það myndi aldrei ganga upp. Já, þú veist. 30 milljarðar á ári, bara, við höfum ekki efna á því. Við erum, nei, en hafa Eystrasaltsríkin efna á því, sem eru, þú veist, fátakarinn við, meiri verðbólgu. Nei, ég bara meina svona almennt, þú veist, við erum með Norðurlöndin öll, sem að verja miklu meira í þetta heldur en við, ekki af því að, þú veist, þau langaðu svo mikið, Pólland, sem að meir, og þá er oft að því stundum heyrum maður, já, en þetta eru ríki sem eru sjálf með svo mikla vopnaframleiðslu að þetta er bara debit-kredit fyrir þeim. Pólland gagnrýnir það með mikið að megin þorri og útgjöldum þeirra fyrir rauninni til Bandaríkjanna, sko, en ef það lítur út þannig að kannski, við fyrir að setja okkur það á Úkraína, að það sé kannski ekki mikla líkur á að Úkraína geti unnið stríðið. Það er ekki mikilvægt. Þá fyrir Evrópa bara að búa sig undir stríð. Þá er Evrópa búa sig undir stríð. Væri óásættanlegt að Úkraína myndi samþykja að Austurhéruðin eru einhvers konar sjálfstjórna héruð til dæmis og veist, það var planið er það ekki í þessum Minsk samkomulögum þegar að þetta bara búið að geisa borgarastyrjöld eða stríð innan Austurhéraða í Úkraínu síðan 2014 og í raun og veru er þessi innrás Rússa í raun og veru einhvers konar stigmögnun á þeim átökum sem að þetta byrjaði ekki í febrúar 2022. Nei, sannarlega ekki. Sko ég held að, þú veist, svo ég tala meira svona, reyna að tala sem frambjóðandi í kosningabaráttu og minna sem utanríkisráðherra þó ég þurfi auðvitað alltaf að bera þá ábyrgð og halda mig innan þess og tala af ábyrgð. Já, ef yfir höfuð einhverjar friðarviðræður kæmist á, þar sem einhver hér kostið það er, þú veist, Krímlínan 2014 eða eitthvað annað, þá held ég að það yrði aldrei þannig að það yrði viðurkennt af hálfu hvorki Úkraínumanna né alþjóðasamfélagsins að alþjóðlega viðurkennda landamærum sé bara breytt, sko. Það væri þá bara einhvers konar svona frozen konflikt. En þegar ég segi, sko, gagnvart, þú veist, Evrópa almennt, þá bara segi ég, þú veist, ég held að, sko, flest eru nú svona alveg sammálum það að Rússlandi eins og í dag mun ekki stoppa fyrir en það verður bara stöðvað. Og við heyrum, ég meina þau segja sjálf, þú veist, þeir segja sjálfur að Eystrasaltsríkin séu ekki einu svona fullvalda á sjálfstæð, þau séu það, þú veist, svona eitthvað tímabundi núna en séu það ekki, ég meina þeir eru nú þegar inn í Georgíu, þú veist, þeir eru með Moldóvu og sko eins og í þessari kosningabaráttu sem þau voru í núna, bæði gagnvart Evrópusambandsaðild og forsetakosningum, þú veist, það eru tölur um að Rússar hafi sko varist slíkum fjármunum í svona propaganda inn í Moldóvu til þess að snúa mönnu við, þannig að þeir eru með sinn metnað til þess að taka sko fyrrum Sovjetríki, þú veist, aftur inn til sín. Þeir eru með, þú veist, þeir stunda fjölþáttaógnir í mörgum Evrópulöndum, bara mjög mörgum Evrópulöndum og sko hversu langt, þú veist, það er orðið minnstur og þú veist, og þetta er ekki bara einhverjar, ég er ekki að tala um sko einhverju upplýsingaóriðu og botta á einhverjum samfélagsmiðlum eða netárósi, sko. Þetta geti verið að það hafi verið Rússar sem hafi staðið að baki njóstna aðgerðinni gegn Jóni Gunnarsinni til þess að kannski koma höggi á ríkisstjórn sem styður svona eindreiði við Úkraínu? Ég get bara alls ekkert sagt til það, sko. Ég bara hef ekki hugmyndu það. Hvað hefur þú hugsað? Þetta er svo sérstakt að það sé ráðið þarna. Það slíta púsl, sko. Það er einu sem ég hef hugsað. Það er eitthvað í þessu sem gengur ekki upp, sko. Einhver hagaðili sem hefur hagað því að annarkvort koma fæti fyrir Sjálfstæðisflokkin eða fyrir hvalveiðar. Og er tilbúin að verja sko mörgum 20 milljóna í svona. Mjög, mjög sérstætt. En ok, gott og vel. Förum aðeins við fleiri málefni. Mér langar að spyrja út í borgarlínu til dæmis. Þó að það sé mikið á vettvangi sveitafélagana, þá er alltaf ríkið stór fjármögnunaraðili þarna og þetta er uppfærð kostnaðaráætlunin er komin upp í 300 milljarða síðast ég vissi og þetta bara eins og þú veist með mörg svona ríkisverkefni það bara vindur utan á sig, upp á sig og kostnaðurinn, ég veit mikið hvar hann endar en allt útlitir raun og veru fyrir að
hugmyndin sjálf, mekanismin og kerfið sé bara raun og vera að verða úrelt ef þú talar sjálfkerandi rafmagnsbíla og þá þróun sem að eiga sér stað þar til dæmis. Þannig að hvaða skoðun hefur á þessu? Er nauðsynlegt að ríki og sveitarfélög leggi svona mikla áherslu á borgarlínu? Sko, ég myndi segja að ég algjörlega þar að það þurfi að, bæta almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu. Ég algjörlega þar að engin borg hefur getað leyst umferðarvanda með því einu að fjölga akrunum og við munum ekki gera það heldur. Samgöngur sáttmála á höfuðborgarsvæðinu eru þetta ekki bara almenningssamgöngur heldur líka allra handa framkvæmdir aðrar. Og mér finnst stundum, þegar fólk segir, já við þurfum bara meira af svona framkvæmdum og telja upp ykkur framkvæmd sem hentar bara bílum ykkur staðar á höfuðborgarsvæðinu og minna af strætó, þá segir ég, heyrðu, þetta er allt hluti af sama sáttmálanum, sko. Það eru hjólastígar, það eru vega umbætur og svo erum við með þessa strætó hlið. Ég get alveg viðurkennt að ég hef mjög miklar áhyggjur af þessum gigantíska kostnaði sem að fylgir þessu. Rekstrarfyrirkomulag á strætó ekki að virka eins og það er í dag og þegar að við einhvern veginn stígum en við skulum bara taka stærri hluta af þessu, ég get alveg viðurkennt það að ég hef alveg áhyggjur af því, en ég á samt ekkert erfitt með, þó ég viti af öllum þeim sem er á móti, ég á ekkert erfitt með að segja höfuborg sem ætlar að vera samkeppnishæf og þróast einhvern veginn og verða eitthvað svona nútíma höfuborg, hún þarf auðvitað að vera með funkarandi almenningssamgöngur og þá alltaf að já, það notar þetta enginn, já það minni notkun meðal annars vegna þess að þetta virkar ekki. Þannig að ég held almennt bara geld í varhuga því þegar ríkið er í framkvæmdum að því við bara erum lélegi í því, við erum bara lélegi áætlanagerð og ég myndi gjarnan vilja geta dreift áhættunni með allt hætti heldur við gerum alla jafna, þar að segja færa áhættuna yfir til einkaaðila og fara í einhverja samstarf til þess að tryggja það að þeir hafi hagað því að framkvæmdi gangi hratt og örugglega innan kostnaðar og svo framvegis. Þannig að ég held að þau sem eru tilbúin að setja bara einhvern veginn andlit sitt að veði að akkúrat þessi útfærsla með þessum kostnaði sé eina sem að gangi og annars ekki neitt. Ég held að þau séu á villigötum en ég held að þau sem ætla bara að taka borgarlínu út af dagskrá og segja bara við þurfum ekki að gera neitt annað en að fjölga akrunum, ég held að þau séu líka á villigötum. Auðvitað, þetta er yfir langan tíma, það verður að taka þetta í ykkurum skrefum, þetta verður að ganga upp rekstrarlega, fjárhagsleg samskipti ríkis og sveitarfélaga eru nógu flókin fyrir að við séum ekki að hlaða á það ykkurum fleiri vandamálum þar sem að við rífumstu það hvað hlutinni kosta, en við munum auðvitað þurfa að fara í framkvæmdir, bæði fyrir einkabíl og fyrir strætó. Ok, við segjum að það að fjölga akrunum mun ekki leysa vandan, en hér eru við að tala um markvissa stefnu til þess að fækka akrunum og það er bara verið að markvist að þrengja að þessum fjölskyldubíl til þess að allir fáið þá hugmyndir, já, ég verð þá að fara að taka borgarlínuna. Er þetta eðlileg nálgun? Þetta er náttúrulega, þetta er auðvitað aðeins mismunandi eftir því hvaða framkvæmdi verið að tala á hvaða stað og allt þetta. Ég meina, við erum með þingmenn úr Reykjavík sem að gagnrýna það að hagsmunir Reykvíkinga hafa ekki verið hafðir að svona leiðarljósi í þessu verkefni á meðan að Kópavogur segir, heyrðu, hér eru við með mikið í þessu fyrir okkur. Austari hluti borgarinnar segir, byrju, akkur eru við að borga sama og einhverju sem búið einhvers staðar nær miðbænum þegar það er svo langt í þetta skilið sitt til okkar að ég langar bara ekki að taka þátt í þessu, ég vil bara geta keyrt til og frá vinnu. Þannig að það er mismunandi eftir hvar á höfuðborgarsvæðinu þú ert, hvort að það er verið að þrengja eða hvað er verið að gera. Og ég meina, það er ekkit launungamál að Reykjavíkurborg hefur auðvitað bara verið mjög svona, ég ætla bara að segja frekar aggressív í því að þrengja frekar en hitt og eru bara með pólitíska sýn það sem að sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu almennt í kraganum eru ekki á sama stað með. Þannig að það er ekki hægt að segja heilt yfir sig að þrengja einkabílnum með þessari borgarlínu. Já, það er í Reykjavík en hérna, þú er væntanlega fylgst eitthvað með, menn það er verið að kynna núna og bara standa til lengi en Elon Musk var að kynna bara með áþreifanlegum hætti þessa nýju tækni, bara það verður hreinlega þannig að þú ert heimahjáður og þarft að komast út í bónus eða skutla börnunum í íþróttir að þá bara pantaru hérna og komið eftir 5 mínútur komið sjálfkerandi rafmagnsbíl heimtíðin og ef að þetta verður sem sagt útbreidd lausn sem verður ódýrari með nýsköpun og tækni að þá þetta verður ekkit not fyrir einhverja vagna borgarlínu sem að
sem eru bara, ég segi, eru bara gamaldags úreld hugmynd þegar að þessir sjálfkerandi rafmagnsbílar eru komnir út allt. Er þetta ekki hættulegt að við séum að veðja á svona eitthvað sem að virðist vera bara við það að detta út? Sko, eins og ég sagði, þá er þetta náttúrulega yfir mjög langan tíma, þannig að ég held nú að, þú veist, ef að við erum eftir 10, 12, 14 ár á okkur allt stað með samgöngumáta og sjálfkerandi rafmagnsbíla sem eru sko hagkvæmir fyrir bara venjulegt fólk að nota, þá er nú alveg hægt að stilla einhverjar áætlanir með tilliti þess. Ég held bara, þú veist, það er annað við værum að leggja til sko lestakerfi eða einhverja stórkostlega innviða uppbyggingu fyrir einhverja sporvagna eitthvað. Við erum bara að tala strætó sem virkar og ég held að það sé ekkit eitthvað byltingakennt að tala strætó sem virkar, alveg óháð því hvað gerist í annarri tækni. Það kostar samt að einhvern veginn ávið bara eins og við séum að leggja einhverja brautateina og neðanjara lesti sko, kostnaðurinn það gríðalegur sko. Já, það er, þú veist, þegar þú brýtur niður allt verkefni, þá náttúrulega er þetta að sjá hvað eru, þú veist, hjólastígar og hvað eru framkvæmdir bara fyrir einkabílinn út allt höfuðborgarsvæðið og hvað er strætó og svona, en ég held að sko, okkur hefur fjölgað með mikið á höfuðborgarsvæðinu og okkur mun áfram fjölga á höfuðborgarsvæðinu og ég held að innan ekkert svo langs tíma þegar við erum bara orðin það mörg að þá mun það sömulegis hjálpa fólki sem er ekkert að fara að nota strætó og ætla bara að keyra á sínum bíl til og frá vinnu að fleiri noti strætó. En síðan, þú veist, er alveg hægt að tala um þetta í ykkur stærra samhengi sem eru auðvitað sveitarfélaga mál, sko, bara skipulagsmál. Þetta er auðvitað ekki bara, sko, þetta er ekki bara skortur á, þú veist, uppbyggingu innviða í vegaframkvæmdum. Þetta er líka bara skipulagsvandi. Þú veist, það bara vinna flestir á sama stað og í hlutfalli það sem er búið annar staðar. Þú veist, það er skipulagsmál. Það hvenær stóru vinnustæðar byrja vinnudaginn eða skólar byrja skóladaginn, það er hægt að losa, sko, brjálæðslega miklu umferð þess að 2 tímapunkta á dag og koma það kannski veg fyrir það að fara í einhverja, þú veist, útgjöld upp á marga milljarða eða marga 10 milljarða á svæðinu. Það er til dæmis alveg brjálæðislegt að fara að planta nýja Landspítalanum á þessari umferðareigu þarna við gamla Landspítalan í staðin fyrir að byggja hann upp á víðustöðum í Garabæ eða einhver staðar annar staðar á höfuðborgarsvæðinu. Já, ég held að sko, þú veist, ég veit alveg að það er allstaðar innanlands pólitík þar sem að hún er skrítin og margt tekur langan tíma að komast að niðurstöðu en mér finnst einhvern veginn, þú veist, við erum svona farin að sí og seinni hlutan með að sko byggja spítalan og við erum einhvern veginn ennþá að tala með svo sé hægt að þú veist breyta þau og færa. Það er ekki breytt úr þessu, ég gerum að grein fyrir því. En hérna, svona í lokin, við langar að spyrja þig, því að útlitið fyrir að annarkost sko samfylkingin fái hérna stjórnarmyndunarumboð sem stærsti flokkurinn upp úr kassanum eftir 2 vikur. Og að þá, hérna, ég held að það sé alveg rétt hjá þér að það sé flokkur sem virðist bara að vera boða aukin ríkisútgjöld og meiri skattbyrði hérna, eða þá að þið borgaralöflin náðu einhvern veginn að tegja ykkur fram úr og þá er þetta augljóst að sko, þá væri hægt að mynda stjórn ef að til dæmis Miðflokkur eða Sjálfstæðisflokkur eða Viðreisn myndi verða stærsti flokkurinn að þá gætu þessi 3 flokkar byrjað að mynda ríkisstjórn og þá getur við verið án þessara vinstri afla sem að vilja meiri ríkisútgjöld. Ég bara gerir ráð fyrir því að borgaralega sinna stjórnmálamenn svona horfi til þess að það sé hægt að mynda þessa ríkisstjórn meðal stöðuna eins og hún er í dag. Og ef að svo yrði, ef við höfum komið með 3 flokka í ríkisstjórn þar sem að allir gefast út fyrir að vera flokkar minni ríkisumsviða og minni ríkisútgjalda teiknaðu fyrir okkur, þú veist, í þeirri stjórn hvaða verkefni það væru sem að Sjálfstæðisflokkurinn vill ráðast í sem væri, þú myndir sjá fyrir þér að væri nú auðvelt þegar það verið laus við sko Vinstri græn eða Framsókn eða úr samstarfi að nú getið hent ykkur í það að framkvæma stefnumál sem eru Sjálfstæðisflokksins. Bara tölum þú veist, Vínbúðina og póstinn, allt nefndu bara það sem þú myndir vilja sjá bara gerast ef þið fengið svona umboð til þess að vera svolítið leiðandi hægri afl. Já, það væri, sko, fyrst hugsa ég, þú veist, ef að Viðreisn gerir það skilyrði að fara sækjum aðild að Evrópusambandinu sem myndu þetta ekki einfalda regluverk eða
minnka ríkisútgjöld og eitthvað, þá væri við smá vandræðum. Já, ég held að Og þegar að- miðflokkur og Sjálfstæðisflokkur myndi allir samþykkja það. Nei, það er alveg þannig, en svo ertu með sko miðflokkin sem að margt fólk frá okkur er að fara frá okkur yfir í, þú veist, alvöru hægriflokkin og ég hugsa um þessi mál sem þú ert að nefna, miðflokkurinn stutti ekki einu sem þegar ég var legginu í nýsköpunarmiðstöð, sko. Þau greitu atkvæði gegn því. Einföldar máli sem ég hef komið með og þing, þegar ég heldur hafa ekki stutt neitt þeirra, sko. Þannig að þú veist, þegar ég hugsa um svona einhver framfaramál, að þá eiginlega í slíkum málum hef ég eiginlega meiri trú á Viðreisn heldur en Miðflokknum og svo í öðrum málum, þú veist, meiri trú á Miðflokknum heldur en Viðreisn. En þessi mál, ég myndi segja, þú veist, það er ÁTVR og það er Póstur, það er að klára sölu Íslandsbanka, það er að hefja sölu á meiri hluta í Landsbankanum. Ég myndi vilja skoða fagfjárfesta í minni hluta í Savia til þess að reka Keflavíkurflugvöll, bjóð út, þú veist, fríhöfnina sem að vonandi er á döfinni, sameina stofnanir, vera tilbúin að setja pening í stafræna fjárfestingu í þessi svona legacy kerfi að því við erum á góð í sko svona frammendanum, þú veist, fyrir okkur til að sækja um ykkur eyðublöð á netinu og eitthvað, en bakendin er eftir, þannig að við erum ekki búin að sjá hagræðingunum sem hægt er að ná fram í ríkiskerfinu með því að gera það. Það þýðir þú þarft að kosta í byrjun, en þú gerir síðan kröfum að, þú veist, starfsmannafjöldi fyrir niður og svo framvegis. Breytinga á lögum opinbera starfsmenn sem auðvitað þarf að gera í ykkur, þú veist, málumlega og í sátt og samlyndi og svona eins langt á það nær. Í hvaða átt væru þær breytingar svona til að skýra fyrir fólki? Það í rauninni bara gengur út á það að það sé auðveldara og nánast úr bara gerlegt fyrir stofnanir, forstöðumenn og í ráðunautum að segja upp fólki með svona eðlugum og hefðbundum hætti eins og gengur og gerist á almennu vinnumarkaði vegna þess að við erum náttúrulega í dag með sko réttindi opinbera geirans og almenna geirans eru ólík, þú veist, staðan er ólík eftir hvort þú ert að vinna hjá hann almenna eða ríkinu og það var þannig þegar að sko laun hjá opinbera starfsmennu voru miklu lægri heldur en í almenna markaðanum þannig að þú jafnar það þannig út en núna er í rauninni launin orðin svipuð eða hærri og þetta er bara orðin þannig aðstöðumunur og það er og ég skynji ekki annað, þú veist, í kringum mann þegar maður er að vinna með framúrskarandi svona civil servants, þú veist, opinberu starfsmönnum í mörgum ráðunautum, stofnunum, út um allt metnaðarfullt fólk sem er með hennan tilgang og er að gera gagn í vinnunni auðvitað, þú veist, ég held alveg þessi sameiginlegir hagsmunir að vera með umhverfi þannig að það sé bara hægt að gera einhverjar náttúrulegar og eðlilegar breytingar í því umhverfi eins og annars staðar, sko. Þetta er bara arfur liðinnar tíðar, þetta fyrirkomulag. Þetta er það, af því að við erum búin að jafna þessi, þú veist, kjör að öðru leyti, sko, þessi réttindi, þannig að það þarf að horfa á það í einhverju samhengi. Þannig að þetta eru svona mál sem að mér finnst bara vera frekar augljós, sko, og þá náttúrulega líka þar með að taka ákvörðun það hvert andvirði þessara fjármuna fer og það getur ekki farið í, sko, verkefni sem er viðvarandi rekstur með einhverjum einskiptis peningum. Þú veist, þetta bara farið í að niðurgreiða skuldir að mestu leyti og kannski væri hægt að útbúa eitthvað svona þú veist, innviðasjóð, það sem við færum raunverulega svona meiri krafti í innviðu uppbyggingu, þá er ég að tala um bara svona efnaðslega innviði, þú veist, raunverulega PPP, þetta svona samstarf engaðala og hins opinbera í að byggja, þú veist, Sundabraut og þessi hlutir sem að myndu gera okkur öllum gagn, sko. Miðflokkurinn hefur talað fyrir því að almenningur ætti að fá að ráðstafa sjálfur hvert útvarpsgjaldið hans fer. Getur það valið fjölmiðil sem hann vil styðja í stað þess að fara allt til RÚV. Er það eitthvað sem að þú getur séð fyrir þér eða er einhverja breytingar á fyrirkomulagi RÚV sem að þú myndir sjá fyrir þér ef þið verið í svona hreinni, blárri borgarastjórn? Sko ég er talsmaður þess að sko RÚV hafa alveg hlutverk þar að segja að það sé fluttar fréttir til dæmis. Ég myndi segja við það væri hægt að réttlæta það að við værum með nýttum skattpeninga annara í sjóð til að tryggja að það sé útgefið efni á íslensku, bæði fyrir börn og fyrir fullorðna. En það getur bara verið samkeppnissjóður sem að bara allir geta sótt í til þess að framleiða eitthvað efni. Umfang RÚV á auglýsingamarkaði er orðið gríðarlega mikið og það að útvarpsgjaldið hækki alltaf bara, þú veist, með tilliti verðlags og svo bara fjölgar öllum hérna og EHF-um og eitthvað og allir borga þetta. Það er ekkit samhengi því að þegar okkur fjölgar að það sé alltaf dýrar og dýrar fyrir RÚV að reka sína lögbundu þjónustu. Þannig að það er algjörlega hægt og í raun ætti RÚV bara að vera fjárlögum, sko. Já, taka það bara á auglýsingamarkaði. Já, vera ekki með útvarpsgjaldi heldur bara á fjárlögum. Þannig að bara RÚV fær þetta og þá er það bara í einhverju samhengi við það sem aðrir eru að fá, en að þetta sé ekki, þú veist, sérstök gjaldtaka á hvern og einn. En þú talar um hlutverkið, þér finnst rétt að RÚV sé með fréttastofu. Hefur hinn frjálsi markaður ekki alveg sýnt að hann geti
eins og RÚV séð það hlutverk og meina, eitthvað sem vantar upp á þar hjá rosamarkaðnum? Nei, sko, ég meina það ekkert allir sammála mér og ég ekki brjálæðislega heiti í þessu, það ekkert allir sammála mér í sjálfstæðisflokknum að RÚV eigi yfir höfuð að flytja fréttir og einkaaðilar eru fullfærir að flytja fréttir. Fjölmiðla umhverfi á Íslandi samt orðið gríðarlega veikt. Þú veist, ég meina við erum með útgefið Morgunblað, við erum með útgefið Viðskiptablað og við vitum hvernig til að mynda, þú veist, bara reksturinn í kringum Morgunblaðið sko, þú veist, hvort hann borgar sig eða ekki og allt þetta, þú veist, þannig að fjölmiðla umhverfi á Íslandi er veikt. Mér finnst það ekki óeðlilegt að það sé sko einhver frétta útgáfa sem að ég meina, ef við horfum bara í kringum okkur þá það bara allstaðar þannig og ég ekki að hugsa út frá sko hvort að einkaaðilar á Íslandi get ekki flutt fréttir. Það líka bara í svona lýðræðis samfélagi þar sem að það þarf bara að vera tryggt að það séu einhverjar sko fréttir, síðan getur maður sagt, mér langar að segja þú veist hlutlausa fréttir en ég get, þú veist, það er ekki hlutlausa fréttir lengur. Nei, þannig að þetta er ekki sjálfgefið, en ég segja þannig að RÚV hefur eitthvað hlutverk. Já, ef að fréttastofa RÚV hefur kannski einhverja slagsíðu eða eitthvað agenda kannski sem að starfsmennir og RÚV allir sammála þá svolítið skakt að það sé fjármagnað sko stórum og myndarlegum hluta frá skattgreiðanda. Liggur það ekki hlutarins eðli að stofnanir eru bara starfsfólki sem þar og þegar þú ert komið með kannski eins og ég segi eitthvað ákveðið agenda sem að RÚV tala fyrir til dæmis í hælisleitendamálum það má færa rök fyrir því að RÚV hafi sko stutt og búið til svolítið þetta hælisleitendaproblem sem við erum komin í núna þannig að réttlæta það að þetta sé fjármagnað úr sameiginlegum sjóðum landsmanna eitthvað ákveðið agenda sem kannski stærsti hluti þjóðarinnar er bara ósammála. Er það ekki svolítið brjálæðislegt? Ég bara hugsa, þú veist, ef þú horfir á löndin í kringum þá er allstaðar með sko ríkisreknar fréttastöð og allstaðar er umræðan sko örugglega svipuð meiði. Þú veist, er það að fá mikla peninga, er það að fá lítið, er þetta hlutlausa fréttir, hvert er hlutverki? En þegar ég að horfa á sko hvort það er yfir höfuð réttlætanlegt að ríkið sjáu til þess að það séu fluttar fréttir bara í sjónvarpi útvarpi landsmanna að þá er ég eiginlega meira að hugsa út frá til dæmis svona ytri áhrifum sko sem að ég held að muni breytast bara mjög mikið á næstu missurum þótt þau ytri áhrif séu þetta miklu frekar í gegnum samfélagsmiðla heldur en nokkuð tíman hinna hefðbundnu fjölmiðla en þú veist ég veit ekki, við sjáum núna í þessari kosningabaráttu það fer eiginlega meiri stjórnmála umræða fram í hlaðvörpum heldur en nokkuð tíman í Algjörlega. Þessum sjónvarpsþáttum eða einhverjum útvarpsþáttum sko. En svona í lokin, hvar leifir þú þér að vona að Sjálfstæðisflokkurinn verði í fylgi í þessum kosningum? Þannig að þið eru náttúrulega búin að horfa á, sko við erum búin að sjá hvern botnin og eftir öðrum í fylgi Sjálfstæðisflokksins á undanfarnum árum og sérstaklega núna í þessari kosningabaráttu. Þannig að menn er að tala kannski einhver varnarsigur verða ásættanlegur en svona þú persónlega, hvar leifur þér að vona, hvað er björtustu vonir að Sjálfstæðisflokkurinn lendi í fylgi núna þegar að tala verður upp á kossunum 30. nóvember? Ég bara get ekki sagt til það, þú veist, ég get alveg hort á hvernig það skiptist mér á flokka og hugsa, þetta er nú ekki allslæmt, þú veist, það er ekki mikil eftirspurn eftir húrandi vinstri hugmyndafræði á næstu 4 árum, þú veist, það er gott. En það er auðvitað vandamál fyrir okkur að hægra fylgið og svona mismunandi útgáfur að hægra fylgið að skipta sér á marga flokka. Við sjáum bara að þú veist, fylgið á ótrúlega miklu floti en þá. Ég hugsa að tæplega helmingur þjóðarinnar er ekki búin að gera upp í sig hvað ætlar að kjósa eftir ekkert svo marga daga. Sko, ef það munar, þú veist, nánast ekki margtakum munur á milli kannski 3-4 efstu flokkana. Þú veist, hvað er hægt að lesa í það? Við hins vegar erum bara mælast illa í bara 95 ára sögu flokksins og það er alveg að telja upp þú veist breytingar í íslensku stjórnmálum og flokkafjöldi og allt þetta þannig að það bara, þú veist, maður verður við verðum bara að gera okkur besta, halda okkar til haga reyna að koma í til skila fyrir hvað við stöndum og hvað við viljum gera horfast í augu við það sem að það hefur kostað okkur það kostar oft bara miklu meira að vera í ríkisstjórn heldur en hitt, þú veist, ef þú vilt vera með mikið fylgi, þá er bara rosa fín strategía að vera bara í stjórnarandstöðu, tala ógeðslega hátt, vera með þína skoðun og bara gargana og vera bara með rosa gott fylgi en þú bara hefur ekki áhrif í íslensku samfélagi. Þannig að það kostar að vera ríkisstjórn
sérstaklega í ríkisstjórn, þú veist, eins og við erum búin að vera í og við sjáum það alls þar í kringum okkur, bara fyndu land þar sem úr með vinsæla ríkisstjórn sem ekki nýtekið við. Ég get ekki nefnt eitt land, sko, ekki eitt. Þetta bara trendið í kringum okkur, þannig að á endanum verðum að líka bara vera passlega ærulaus og segja bara, herðu, fólkið, veist, þetta þeirra réttur, það kýs, það kemur ekki út úr því og við verum bara að vinna með þá niðurstu. Við erum ekkert að fara að breyta því fyrir hvað við stöndum, en ef að fólk vill bara mjög gjarnan refs okkur fyrir það að hafa staðið vaktin undan fyrir 7 ár og vilja bara kjósa eitthvað allt annað, þá það þeirra réttur, veist, en okkar verkefni bara svona reyna allan að koma því áleiðis hvað það getur þýtt fyrir Ísland vegna þess að þessi kosning alveg, þetta fjárfesting í Íslandi næstu 4 árin og Guðinn veit hvað getur gengið á hérna hér og í kringum okkur á næstu 4 árum og það rosa skrítið fyrir mig, nú ég bara 937 ára og þegar ég var ráðherra þá var það bara rosa ung og ekki með reynslu og eitthvað svona svo hélt ég eiginlega bara rosalega litlar breytingar á listum að þetta bara svo brátt að svo bara frekar miklar breytingar á listum og ég einhvern veginn stend fram fyrir því að eftir þessa kosningar þá ég líklega bara reynslu mesti ráðherra á Alþingi og það gerist svona frekar hratt sko þannig að veist, nýtt og ferskt fólk gott og þetta í bland en ég bara heldur sem að fara inn í þannig tíma að það skiptir raunverulega máli að vera með fólk með reynslu og mér finnst alveg smá leðilegt hvað þessi kosningabaráttu er mikið svona á yfirborðinu sko, þú veist, ég hljóma þessi sé leðileg típa sem ég ekki en þú veist, stjórnmál eru alvöru mál sko. En býrðu þið undir að geta kannski þurft að vera í stjórnarhandstöðu næsta kjörtímabil, ertu með hugan líka þar eða? Það alveg raunhæfi möguleiki augljóslega að við verðum í stjórnarhandstöðu og ég meina, ég persónlega fengi að vera ráðherra í 4 ráðuneytum á 8 árum sko, það þú veist, miklu meira en ég hefði nokkuð tíma trú að ykkur hefði sagt það við 16 ára dísu upp á Skaga sko, að ég fengi það og ég hef alltaf litið svo að þú ert í þessu svona í lengri tíma, þá bara hluti af þeim tíma þú veist, stjórnarhandstöða líka mikilvægt hlutverk sko, en auðvitað get ég alveg sagt að þú veist, ég myndi alltaf kjósa það frekar að geta haft raunveruleg áhrif á íslenskt samfélag og verið hluta framkvæmdarvald og tekið ákvarðanir en ef að það verður okkar hlutskipti þá það bara þannig og þá notar maður tíman í það vel, bæði fyrir sig sjálfa og fyrir flokkinn og fyrir landið. Þið mynduðu eflaust ná að byggja ykkur vel upp í þeirri stöðu. Já, ég hef engar ágjörð því, þú veist, ég held að það væri út frá fylgi og stemmingu og svona pressu á eitthvað vinstra bland af einhverju, þú veist, það væri ekkit ég held að það væri alveg skemmtilegt verkefni út frá því, en ef maður í þessu til þess að, þú veist, raunverulega gera gagn fyrir íslenskt samfélag þá frekar verið ríkisstjórn. Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, það tók mig alveg nokkur ára að læra að segja þetta í réttu röð en ég held því sem kom með það núna. Ég óskaði góðs gengis og þakkaði kærlega fyrir komuna í spjallið. Takk sömuleiðis.